Fiskveiðisafnið stendur við höfnina í Maputo, höfuðborg Mósambíkur, og var formlega opnað í nóvember árið 2014 af forseta landsins. Byggingin sjálf teiknuð af einum þekktasta arkitekt Mósambíkur, José Farias. Íslendingar og Norðmenn lögðu safninu til fjármagn á undirbúningstímanum sem hluta af verkefnastoð í fiskimálum, en eftir opnun safnsins tók Mósambíska ríkið alfarið yfir reksturinn. Safnið það eina sem reist hefur verið á vegum stjórnvalda eftir sjálfstæði landsins. The story starts a bit more than 30 years. Hann segir að sögur safnsins megi rekja rúmlega 30 ár aftur í tímann. Sagan hefjist í raun fljótlega eftir sjálfstæði Mósambíkur þegar fyrsta ríkisstjórn hins nýfrjálsa lýðveldis ákvað að draga þyrfti fram í dagsljósið nýja hlið á fiskveiðum í landinu. Áherslan átti að vera á svokallaðar hefðbundnar veiðar í vötnum og við strendur landsins og gæta þess að sýna ólíkar veiðaðferðir og ólík veiðarfæri eftir landsvæðum, með öðrum orðum menningu og sögu fiskveiða í landinu. Hann segir að nefndin sem fekk verkefnið hafi byrjað söfnun á munum og minjum sem tengdust fiskveiðum landsmanna í þeim tilgangi að varðveita gamla muni áður en þeir glötuðust. Hann viðurkennir hins vegar að söfnunin hafi ekki verið forgangsmál í neinum skilningi, borgarastríðið og hörð lífsbarátta hafi sett strik í reikningin, en smám saman hafi tekist að ná mikilvægum munum með sögulegt og menningilegt gildi sem vísi að safni. Með samstarfi stjórnvalda við Noreg og Ísland hafi undirbúningur að formlegu fiskveiðasafni orðið að veruleika. So that the government decided to build a small museum, just having all historical information together. Auk þess að draga fram menningar og sögulega minjar fjölbreytilegar fiskveiðar í landinu og ekki síst fólkið sem kom að veiðum og verkun, það líka aðstaða til fundahalda og algengt að skólar komi með barnahópa í safnið á sögn sýningarstjórans. Samkvæmt TripAdvisor fiskveiðisafnið 5. vinsælasta safnið í Mósambík.